Aflitað hár, svart leður og gaddabelti verða væntanlega áberandi í Laugardalshöll í kvöld þegar enski popparinn Billy Idol stígur á svið. Kristín Sigurðardóttir fréttamaður ætlar að fjalla tónleikana en ekki frá höllinni heldur úr heimahúsi í Reykjavík. Kristín, af hverju ertu þarna en ekki höllinni? Það bara vegna þess að hér aðal upphitunin. Hér hafa nokkru diggir aðdáendur Billy Idol safnað saman og hér bara nákvæmlega ekkert sem minnir á hvítt brúðkaup eins og kappinn söng fyrir einum 36 árum síðan. Segðu mér nú Þórarinn, af hverju Billy Idol? Af hverju ekki? Sko, 80s náttúrulega fallegasta og besta tímabil í tónlistarsögunni eins og hún leggur sig. Og það var allir svona svolítið maskaraðir, blásnir og krútlegir sko. Þá kemur hann, breskur pönkari, ber ofan í leðurjakkanum. Það rock og punk í honum og við fílum það. Ó já, geggja. Hann bara flottur. Þó að við séum 80s þá hann bara... Svo líka gaman að segja frá því að lögin eru sko góð ennþá. Já, hann ekki... Spandau Ballet? Nei, maður setur Billy Idol. Já! Ég man að vísu mjög vel eftir Spandau Ballet. Já, þú verður eiga það sjálf. Já, en hvað akkur 80s svona skemmtilegt? Þetta bara eitthvað... Þú veist, við sem erum fædd á ákveðin tímabili, 80s bara það bara þannig og Billy bara einn af þeim og þetta er eins og besti vinur hans, hann bara einhvern veginn frábær og tónlistin góð og hún eldist vel, þú veist, þetta bara no-brainer. Eldist var hún það? Algjörlega. Já, vínilplötu sem ég keypti með honum 85, hún heitir Billy Idol 11 of the Best, það eru 11 góð lögur þessar plötu. Nákvæmlega. Og þú hefur nú verið svo heppin að taka viðtal við kappann. Já, ég mikið í því að taka viðtal við fræga útlendinga og það fór ákvæmlega vel á með okkur Billy. Og við deilum alveg áhuga og ást á 80s. Og Linda baði sérstaklega að spyrja neðinu. Já, þegar ég að taka viðtal við þetta fræga fólk er svo leiðilegt, þá spyrja alltaf vini mína hvað sem vilji vita. Og Linda bara, já, á hann eitthvað upp á slag af sín megin lögum. Og ég bombaði því á hann. Sagði mér að þetta væri spurningu sal frá ungri villimey sem var hann virðuleg húsmóður í dag og hann sagði, já, Rebel Yell, alltaf. Hann sagði bara þetta lag, ég elska að flytja það kemur alltaf í stuð, það kemur áhörfnum í stuð og svo hann svolítið kokki, svo bara eldist þetta lag ekki og það bara þannig, Rebel Yell!